Já, góður hlustundur og áhorfendur, velkomin að Rauða borðinu á mánudagskvöldi. Í kvöld eru hér góðir gestir. Það eiginlega svona úr sikkorum þáttunum. Þetta eiginlega svona supergrúpu þáttur. Þetta Ólafur Margeirsson og Ásgeir Brynjar Torfason hafa verið hérna mjög reglulega í svona hagfræðingaþætti, þar sem við höfum farið yfir efnahagsmálin og svolítið breytingarnar á hagfræðinni og hugmyndum okkar hlutverk seðlabanka og peningaprentuna, ríkisfjármála og guð má vita hvað ekki. Og svo eru hér fulltrúar úr hinni nýju forystu verkalýðshreyfinganna sem líka hafa oft verið hérna við Rauða borðið, Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Ég veit nú ekki hvað á að koma út úr þessu, en við skulum bara spyrja á því, getur eitthvað að koma út úr þessu. Ef ég má bara byrja á því að spyrja því, hvort að það eru svona breytingar í hagfræðinni, hugmyndum okkar ríkissjóð og seðlabanka og peningaprentun og hlutverk ríkisvaldsins í efnahagskerfinu sem hafa verið í deglunni í kórónukreppunni og kannski fyrir þann tíma en verið mjög í deglunni í umræðum kórónukreppuna. Hvort að í þeirri breytingu, því að sömuleyti mætti orða þannig að svona hagfræði nýfrjálshyggjunnar væri að falla og væri að vera jarðana núna, hvort að það væri og tækifæri fyrir forystunni í verkalýðshreyfingunni að ná kannski lengra með kröfur sínar að hafa meiri áhrif á samfélagið á næstu árum og misserum. Ég má pröfa þetta á þér, Ásgeir Brynjar. Já, það hægt að byrja kannski bara út frá fyrirsögnin á grein í Financial Times, bara rétt fyrir helgi. Það sem segir í minni þýðingu byltingarnar í fleirtölu, byltingarnar sem eru að gerast núna í þjóðhagfræðinni. Það að segja að það hægt að vera með þetta yfirvofandi eða væntanlegar eða einhvers konar ein umbylting eða ein breyting. Þetta er í fleirtölu, þetta er að gerast núna og það felur í sér, greinin byrja síðan á að vísa í grein fyrir 3 árum, það sem var byrjað að tala þetta. Breytingarna sem þyrftu að verða og væru byrjaðar í þjóðhagfræðinni og maður getur kannski greint það í tvennt að ég nú ekki sérfræðingur í verkalýðshreyfingunni eða baráttunni eða vinnumálunum að upphaflegar hagfræðin political economy, upphaflegar kemur hagfræðin samhliða með hugmyndin það var ekki búið að finna upp stjórnmálafræði en að stjórnmál og efnahagsmál hanga saman. Keynes sagði til þess að vera góður hagfræðingur þarf maður að vera miklu meira en bara hagfræðingur og síðan gerist það, já kannski svona cirka fyrir síðustu 4 áratugum samhliða svolítið fjármálavæðingunni að þá gerist það að hagfræðin reynir að verða meira svona raunvísindalegri, vísindalegri, meira inn í tölum og þá verður til svona sérfræðinga hagfræðingarnir sem pólitíkin leitar til að fá svör og þá reikna þeir sig niður og á einhver rétta útkomu og þeir búa til rosalega einföld módel að veruleikanum til þess að geta reiknað og svo í raun og veru kemur í ljós á síðasta áratug eða síðustu 15 árum var byrjað að koma í ljós að þetta hreinlega slæm aðferð til að stjórna efnahagsmálum, að byggja á svona of miklum einföldunum og að sé hægt að reikna allt út niður í tölur. Það þarf að vega saman fleiri þætti. Þannig að það svolítið umræðan úti núna að bæði annars vegar það að fara frá þessum einföldurum módelum, hafa flóknari módel, það sem ekki eins auðvelt. Það tala jafnvægiskrossin, hagkerfið jafnvægi. Núna er verið að tala marga jafnvægispunkta og við vitum ekki hvar það lendir. Það þarf að hafa sviðsmyndir og mögulega getur þú skyndilega farið úr einu jafnvægi yfir annað jafnvægi. Og þá er þetta að breyta samfélagi mjög hratt og pólitíkin þarf náttúrulega að vera að tala hvaða jafnvægi viljum við stefna að sem verður aldrei jafnvægi. En ef þetta ekki of tæknilegt hjá mér að þá held ég Má ég kannski bara spyrja, þýðir þetta það að fyrir stuttu síðan að þá kom hagfræði með svör sem að sagði það að svona nýfrjálshyggjuleg markmið væru bara sannindi og þau voru búin að reikna það út, eða þú veist það var bara hinn óvefengilegi grundvöllur
hagfræðinar og þar með stjórnmálana, en núna allavega hagfræðin komin til það að hún yftir öxlum og segist að hún kunni ekki svarið kannski þurfi stjórnmáli bara að svara því hvers svona samfélagi þau vilja byggja upp. Já, sko, fræðilegi hlutin að reyna að búa til annars konar módel og reikna út með að við ekki bara einn mann sem að hámarkar alltaf hagnað, latur og hegða sér allir eins, skilur sem módelin byggja á. Þannig nú að vera að reyna að gera með mörgum agentum í módelunum, mæla út flóknar, en þetta sko, eins og segir líka í greininni, sko, meðan að paradigm shiftið, sem viðmiðaskiptin að verða, að þá rosalega margir af þessum úr mainströmmnum, gamla, vilja ekki viðurkenna breytinguna og ef maður þessi, hvað maður að segja, sem að tala fyrir breytingunum, að sko, eins og ég og Ólafur kannski einhverju leyti hér, að þá maður svolítið einn eftir á vígvellinum, það sem voða mikið af eins, ég byggi þetta á greinni, sko, það sem liggjaði svona mikið af dauðum hermönum, eins og sagt í greinni, það að þeir sem að hætta sér út á þetta, að þeir skotnir niður, af því að þetta ekki viðurkennt í mainströmmnum, en hins vegar þegar þetta komið í Financial Times og þeir byggja þetta á rannsóknum í Oxford og fleiri háskólum, það byrjaði að fara að tala í mainströmmnum allavega að gamli mainströmmnum sé að verða úreltur, sko, að þá svona koma fleiri og fleiri yfir í liðið sem vill breytingarnar, en þá þarf náttúrulega að verða sama breyting í pólitíkinni og maður heyrir í pólitíkur megin sko gömlu klísjunar og svo gamla úrelda, þá getur maður svolítið fallið niður á vígvöllin og stunið uppgjafarhljóði hvort sem maður búið að skjóta í mann eða ekki. Áður ég spyrir verkalýðsforingjana þessu, Ólafur, viltu gera athugasemdir við þessa útlistun áskilspurningas á breytingunum sem að verða á hagfræðinu á þessum vígvelli sem hann að lýsa? Nei, ég ætla bara að staðfesta það í rauninni það sem hann að segja og kannski bara benda á það að þetta er eiginlega bara svolítið endurtekning á því sem var að gerast upp úr 1930 og í kringum svona kreppuna miklu og þegar fólk áttaði sig á því að til dæmis peningar virkuðu á annan hátt, bankar virkuðu á annan hátt, heldur en hagfræðin þá hélt að þeir virkuðu. Kannski besta greinin sem var skrifuð þetta, hún var skrifuð af pólskum hagfræðing árið 42 eða 43, maður rétt, hér Kaleski. Og hann sá fyrir sér í rauninni strax að þegar stríðið væri búið, þá hann var búinn að átta sig á því eins og margir á þeim tíma í rauninni að nasismin hann var rauninni bara búið spil og þá bara tímaspurning, bara hvenær bandamenn myndu vinna þetta. Og hann sá fyrir sér að verkalýðs áherslan myndi í rauninni verða ofan á þegar stríðið væri búið og þess vegna var áhersla á til dæmis samvinnufélög og byggja húsnæði saman og náttúrulega þurfti bara að endurreisa hálft hagkerfi í Evrópu og svo framvegis. Og þannig að séð á gamla hagfræðin, hún svona með pínu comeback svona upp úr 1960-70 það bil, þegar það byrjaði að sjá í rauninni svona högg á því að hagvöxturinn hann aðeins byrjaði að leiða af sér verðbólgu, sérstaklega vegna þess að það einfaldlega of mikið af framleiðslu þættirnir eru of nýttir þannig að þessu. Það olíuáfall upp á 1970 sem leiði til verðbólgu og svo framvegis. Og að lokum þá vinnur þessi hagfræði sem kannski svona mainstream eða mainstreams í dag. Og það þessi hagfræði það sem allir gátu hámarkað hagnað og allir voru mjög svona hýper skynsamir eins og talað í hagfræði í dag. En síðan bara einfaldlega, upp úr 2008 þá hrynur það kerfi í rauninni. Seðlabankastjóri Bandaríkjanna, hann segir það bara hreint út sagt að hann trúði ekki að þetta geti gerst í rauninni þegar fyrrum seðlabankastjórinn. Þannig að það búið að vera þetta rót á hagfræði allavega síðusta áratuginn
Þannig að í rauninni ekkert undarlegt að sjá það akkurat núna þegar kemur koronakreppan núna að það sé verið að þrýsta á það sem dæmi að það verði að taka meira tillit til verkalýðs þeirra þátta sem verkalýðs baráttan hefur verið að horfa á síðustu áratug. Svona enna, skiptir það máli að þegar verkalýðurinn að berjast við auðvaldið, að auðvaldið sitji í svona óvefengilegri dómkirkju nýfrjálshyggjunnar sem að allar stofnanir samfélagsins bara beygja sig undir að sé heilagur sannleikur, eða að ástandið sé eins og í dag sem að maður getur orðað að svo að flestum ljóst að þarna eiginlega fallin hugmyndafræði. Skiptir þetta máli? Já, þetta skiptir auðvitað mjög miklu máli, en staðreyndin auðvitað sú að þrátt fyrir það sem að hér hefur verið rætt og hér hefur svona verið velt upp og pælingin sem í gangi hérna núna það að þú veist, hér séu að eiga sér stað einhverjar byltingar í þjóðhagfræðinni eins og Ásgeir sagði, að það sé að verða til einhver svona konsensus mögulega, eða fólk sé svona að vinna sig á þá braut að það að svona reikna sig niður að einhverri niðurstöðu sé hreinlega slæm aðferð, of miklar einfaldanir séu slæmar, þá staðan engu að síður en sú hér að það ríkir gríðarlegu vilji hjá bæði auðvitað samtökum atvinnulífsins og því miður hjá stjórnvöldum líka að einmitt þröngva vinnuaflinu, þröngva verkalýðshreyfingunni inn í módel eins og þetta og við sjáum það auðvitað og óumdeilanlegum hætti þegar við sjáum hversu mikla áherslu ríkisstjórnin leggur núna á að svokölluð grænbókarvinna varðandi vinnumarkaðinn sé gerð, auðvitað vitum við, eða ég allavega og Ragnar og fleiri, að þetta snýst náttúrulega bara þetta snýst það að koma böndum á uppreisna verkalýðsbaráttu, herskáa verkalýðsbaráttu, verkalýðsbaráttu sem tilbúin til þess til dæmis að nota verkföll og sem að hafnar þessu módeli sem að notast hefur verið við, að það sé búið að fyrirfram raunverulega ákveða hvað sé til skiptana og að þeir sem að geri það séu sérlega útvaldir velmenntaðir sérfræðingar og að það sé svona göfugasta og besta niðurstaðan og einhvern veginn að allir græði á því þrátt fyrir að staðreyndin sé auðvitað sú að í þessu módeli búið að ákveða skúringakonan þú veist þannig að ég ætla að segja þrátt fyrir en auðvitað rétt að segja einmitt vegna alls þess sem að gengið hefur á íslenskum vinnumarkaði núna á síðustu árum vegna verkfalla, vegna þess að verka á láglaunafólk ætlar ekki lengur að láta bjóða sér það að fá einhvern veginn brauðmúlana þegar þeir loksins detta af veisluborðinu þegar valdastéttinni hentar. Þess vegna þessi ríka áhersla á þetta og það ótrúlegt að horfast í augu við það að á sama tíma og stjórnvöld eru ekki búin að uppfylla þau loforð sem að þau gáfu eru til dæmis ekki og greinilega á þessu tímapunkti, ég get ekki sagt annað, ætla sér ekki til dæmis að uppfylla loforðið varðar févíti svo að við getum sameinast í því að uppræta þann skammarblett sem launaþjófnaður á íslensku vinnumarkaði, þá gríðarleg pressa á hreyfingu vinnandi fólks að koma inn í þessa grænbókarvinnu og það eflaust svoleiðis að fyrir marga eða í það minnsta einhverja hópa á íslensku vinnumarkaði og þá í fyrst og fremst að hugsa menntaðar stéttir sem að starfa svona undir verndarvæng hins opinbera kerfis, fólk sem að nýtur mikils atvinnuöryggis, vel launað, býr bara mjög vel. Fyrir það fólk auðvitað mjög gott að þessi nálgun haldi áfram, þessi einfalda nálgun fyrirfram gefinnar niðurstöðu, en fyrir félagsmenn Eflingar, fyrir verka- og láglaunafólk, þetta sú alversta nálgun sem hægt að hugsa sér.
og ég auðvitað bara vona af öllu hjarta að verka- og láglaunafólk í það minnsta átti sig á því að þessi leið er leið bara niðurlægingar. Þetta er leiðin sem kemur í veg fyrir það að við getum tekið stéttabaráttuna bara á þeim stað sem þarf að taka hana hverju sinni. Þú veist, enn á ný erum við náttúrulega bara á þessum undarlega stað í íslenskri þjóðmála umræðu og pólitískri umræðu að veruleikinn eins og hann kemur fyrir, hann nær oft bara einhvern veginn ekki að brjóta sér leið svona inn í það sem að valdastéttin er búin að ákveða að eigi að gerast. Þannig að þú veist, breytingar, byltingar, nálganir, þær jafnvel þeirra einmitt, það er bara að rýma algjörlega við hinn efnahagslega raunveruleika sem við erum að sjá og upplifa, þá engu að síður eða kannski einmitt eins og ég sagði áðan, akkurat þess vegna er fólk bara enn fixeraðra á að fá að halda í gamla módelið, gömlu sýnina og þröngva í gegn niðurstöðu sem að mun ekki gera neitt annað heldur en að gera stéttaskiptingu og misskiptingu á Íslandi enn verri en hún er nú þegar. Þetta hljómar svolítið svona eins og þið viljið ná fram bættu samfélagi og bættum réttindum og kjörum fyrir ykkar fólk og bara betra samfélagi, réttlátara samfélagi. En ykkur er bara boðið upp og það megi bara gerast inn á þessum átökinni að fara fram inn á þessum heimavelli, nýfrjálshyggjunnar, sem að allir eru kannski sammála að virkar ekki lengur. Þannig að þetta er eins og að ná einhverjum árangri inn í formi sem að getur ekki boðið upp á viðunandi niðurstöðu. Þannig að leikurinn er kannski bara þá eiginlega meira og minna, orkan í leiknum fer bara meira og minna í eitthvað rugl. Jú, ég tek algjörlega undir með félaga Sollu að þessi grænbókarvinna sem að stjórnvöld leggja núna mikla áherslu að fara í, að henni er augljóslega ætlað að færa völlin svolítið á þann völl sem að hagsmunaaðilar vilja helst vera á. Það er að segja að það sé einhver þröngur hópur. Þetta fari í þetta norræna módel þar sem er einhver þröngur hópur sem að mun ákveða hvað þetta er skiptana fyrir fólkið og draga þannig úr kerfisbundnu samningsrétti verkalýðshreyfingarinnar eins og hefur verið gert á Norðurlöndunum með í rauninni mjög slæmum afleiðingum þar sem að félagsaðild hefur fallið mjög hratt og hefur gert í rauninni verkalýðshreyfingun og verkalýðsbaráttu mjög berskjalda þegar þar mest á hana halda, sérstaklega þegar koma svona djúpa niðursveiflur annaðhvort út af einhverjum ytri aðstæðum í fjármálakerfinu eða til dæmis núna út af þessari COVID-veiru. Og sérstaklega þegar að hugmyndafræðin byggir á trausti sem er ekki til staðar í íslensku samfélagi og sérstaklega í ljósi þess að við erum allir við sem ekki að slá einhverju áður óþekkt með að komast neðar eða hvað sem ofar eða neðar á spillingarlistan. Og svo erum við með okkar valdamestu kjörnu fulltrúa sem telja það bara allt í lagi og sé bara eðlilegt að fólk sé tortryggið gagnvart stjórnmálunum og til dæmis þeim sem að fara með valdi að selja ríkiseignir. Það er ekki traust í staðar í íslensku samfélag og fara að byggja einhverja slíka vinnu á því og á þessum tímapunkti er í sjálfu sér bara rangt og sérstaklega í ljósi þess að það sem er að gerast í löndunum í kringum okkur að þessi hugmyndafræði að verkalýðshreyfingin er bara að komast alltaf betur og betur að því að þetta er sér leið sem að hefur einfallega bara dregið úr rödd og baráttu vinnuaflsins og þess vegna eigum við að fresta þessari vinnu en við náttúrulega höfum og lítið það að segja. Þú spurðir varðandi nýjan tón úr hagfræðinni og hvort að hann hafi hjálpað okkur í verkalýðshreyfingunni og ég er algjörlega sannfærður það að einmitt þessi nýji tónn hagfræðinnar hann hefur hjálpað okkur alveg gríðarlega mikið. Hann hefur stutt við okkar hugmyndafræði og vinnu við að bæta kjör fólks, lækka kostnað við að lifa, fá þessa stóru sjóði eins og lífeyrissjóðinn á húsnæðismarkað
taka innviðina líka sem mikilvæg framtíðarlífskjör og sömuleiðis styðja okkur í því að vinna gegn misskiptingu. Við sáum það til dæmis þegar að Samtök atvinnulífsins fór í herferð gegn hækkun atvinnuleysisbóta, að það kom allt í einu nýr tónn frá aðalhagfræðingi Kviku-banka sem að hefði nú ekki heyrst örugglega fyrir örfáum árum síðan, og síðan náttúrulega með innkomu Ólafs og Ásgeirs og Guðrúnar Johnson og fleiri sem að hafa svona ótengt verkalýðshreyfingunni verið að tala með okkur og í þeim tón sem við höfum viljað fara fram með. En það svo langt í land samt, og okkur virðist ekki ganga, við höfum verið að vinna bara það að fá stjórnvöld til þess að efna þann samning sem þið gerðu við okkur, eins og Solla lýsti hér áðan, var þetta févítin, verðtryggingarmálið. Þetta allt einhvern veginn í algjöru uppnámi og það virðist eins og að sé eitthvað norm, að það sé hægt að semja eitthvað og skrifa undir. Við eigum að standa við okkar hlut, en það sé bara allt í góðu lagi að stjórnmálamenn geti gert bara það sem þið sýnist eftir að þeir eru búin að lofa, hvort sem það kjósendum eða verkalýðshreyfingunni. Og þeir ætla bara að fara núna inn í kosningaveturinn og leita eftir áframhaldandi stuðningi með í sjálfu sér með sviðna jörð loforða á bakvissu. Og kannski ef við kemum aðeins inn á eitt annað, að ég var að setja fyrsta nefndarfund núna síðastliðinn fimmtudag, þar sem vorum að ræða aðgerðir vegna fyrirsjáanlegs vanda þeirra sem eru núna detta á strípaðar atvinnuleysisbætur og muni þurfa að taka erfiðar ákvarðanir hvort borgi húsaleigu, afborgunar bíl eða guð má vita hvað, afborgunar lán eða eitthvað slíkt sem að bara venjuleg fjölskylda þarf að standa undir, og við höfum verið að kalla eftir bæði aðgerðum og komum með mjög skynsamar og góðar hugmyndir þess efnis. Það meðan við erum sett í nefnd loksins, og það tók okkur marga mánuði að fá þetta bara í nefnd, að þá eru allar aðgerðir tengdar til dæmis öðrum hagsmunum sem að virðast vera hafa mun meiri ítök í stjórnmálum heldur við fyrirtækjunum, og það mjög ójafnt skipt. Nú verður stuðningur til fyrirtækja áætlaður í kringum 300 milljarða og meðan áætlaður stuðningur til heimila og einstaklinga sé í kringum 40. Og af því fólki gert að taka út séreignarsparnað. Nú búið að taka út yfir 23 milljarða í séreignarsparnaði, og af því búið að greiða 8,23 milljarða í tekjuskatt, en ríkið í sjálfu sér ekki búið að ágjöfin eða það sem búið að greiða út af stuðningi sem átt að fara til heimila 7,5 milljarður. Þannig að við erum búin að greiða meira í tekjuskatti ríkissjóðs heldur en búið að greiða styrkt til okkar, og þannig að þó svo ég fagni þessu nýja tón og okkur sé að ganga vel í baráttunni, og ég myndi segja það að verkalýðshreyfingin hefur verið að styrkjast þeim mikið með nýju fólki og þessum frábæra stuðningi sem við erum að fá, að þá bara eins og staðan í dag ennþá við ofurefli að etja, og við þurfum að útvíka þessa baráttu og skerpa enn frekar á okkur ef okkur á að takast að rétta okkur hlut. Ásgeir Brynjar, hvað ræður hagfræðin eitthvað við þetta þegar þau eru að tala grænbókina sem svona leið til þess að koma SALEX-samkomulaginu aftur á, sem eiginlega leið til þess að fara með launahækkanir í gegnum samfélagið í samfélagi sem að ríkir algjör sátt hvernig kökunni skipt, þannig að það fer bara í aftur alla eins og sé eiginlega samfélag sem búið að leysa öll svona grundvallarmál, en þau segja að það sé bara ekki búið. Og ræður hagfræðin eitthvað við þetta, hagfræði óleysts ágreinings réttlæti? Já, ég náttúrulega var svo heppinn að læra heimspeki áður en ég fór að læra hagfræðina, það sem fjallað réttlætið. Þú færð mig samt ekki til að tóast inn á íslenska sviðið vegna stöðunar sem ég í fjármálaráði, þó ég sé í sérfræðingahópi ASÍ líka hagfræðilega, en ég held að og ég bý ekki við þennan daglega veruleika þeirra í baráttunni, ég meira að lýsa svona metafórískum baráttuvöllum, og ég ætla að halda áfram kannski aðeins þar að vonandi samt enda á einhverjum bjartari stað. Við erum náttúrulega í stríði við veiruna. Ég ekki herskár maður og mér mjög ótamt að vera í svona stríðslíkingum, en þetta
á hinum vettvanginu opinbera fjármála heiminum þetta eins og stríðsástand, þar að segja þegar að löndur í stríðum þá breytast forsendur allra fjármála og við erum að stöðva blæðinguna sem fyrsta stig bara í stríðinu og við erum alveg að komast þangað, það sem þegar við verum búin að fá nóga bóluefni þá erum við búin að stöðva blæðinguna. Svo þarf að vinna stríðið og allar alþjóðastofnunar sem voru mjög neoliberal eða í anda þessara gömlu úreldu nýfrjálshyggju að þær eru allar búnar að breyta, þær voru með þess að byrjaðar kringum 2015-16, þá voru þær held ég hræddar við Global South, suðrið, uppreisninnar í Alsír og Kaíró og Túnis að voru raunverulega hrædd við uppþot í þessum fátækralöndum, en voru þá byrjuð að tala inclusive growth, sem sagt svona að tilheyrandi vöxt og að þessi yrði að verða dreift jafnar og það í öllum tilmælum varðandi aðgerðir við stríðinu við veiruna að það þurfi að vera til aukins jafnaðar og að það verði að sem sagt, þeir segja þeir eru búin að bjarga lífunum sem sagt, með veirunni að þá þurfa að bjarga livelihood, sem sagt, bjarga lífskjörunum og það hétu það nú þessir merkilegu samningar sem voru gerðir síðast hér. Þannig að veit ekki hvort þeir hafi stólið því nafni hérðan til IMF en sem sagt, það áherslan úti og út allan heim. Þannig að þessi sveifla hlýtur náttúrulega á endanum að berast upp að Íslandsströndum þó að hagfræðilega til dæmis voru kannski svona fáir eins og ég og Ólafur Örfáir úti fyrir 10 árum, eftir fjármálahrunið. Á þeim áratug síðan búið að vaxa mjög í þeim hópi og núna það fólk að lyftast upp með sínar rannsóknir og niðurstöður að því að aðstæðunar við stríðið við veiruna breytist. En ég ætla að bæta úr stríðslíkingun sem þegar búið að stöðva blæðinguna og síðan vinna stríðið, það þegar við erum komin út úr erfiðleikunum af kreppunni, en þá þarf að vinna friðinn. Þetta bara alþekkt úr þessum stríðsbaráttu fræðum. Það ekki nóga að vinna stríðið og svo fer allt í bál og brand aftur. Það þarf að vinna friðinn líka og ég held að menn sjáu þetta nú þegar hugsa og ég veit ekki hvort það sé kostur eða galli að vera með kosningar í haust, en það allavega möguleikar sem felast í því, held ég, til þess að byggja á því góða sem við höfum, hinu góða heilbrigðiskerfi, hinu góðu einangrun við erum að eigu, við erum rík þjóð búin að fá bóluefni, og að við erum síðan líka búin að sýna að við fáum verra efnahagsfall af því að við vorum svo háð láglauna atvinnugreininni ferðaþjónustu. Þannig ég sé allavega, ég ætla bara svona að gefa upp þá mynd að möguleikanir til að vinna úr þessari stöðu eru mjög góður hér með að við mörg önnur lönd, þó að við séum kannski á vissum mælikvörðum verðstödd, þá erum við á öðrum mælikvörðum betur stödd og svo þarf þá bara að svona debattinn, umræðan efnahagspólitíkina, það þarf náttúrulega að uppfærast á þennan nýja level og þeir sem að veita efnahagsráðgjöf, ég meina, það bara það að sé komið svona þverfaglegur hópur hjá ASÍ til dæmis, allavega eitthvað svona mótvegin í umræðuna á móti að það sé bara hlusta á hagfræðingarna frá sérhagsmunasamtökum atvinnulífsins. En það heilmikið eftir og auðvitað getur það lokað kannski tilvitnunin í Robert Shiller sem fekk Nóbelsverðlaun í hagfræði og hann sýnir fram á það í nýrri bók sinni að pólitískar sögur hafa áhrif á efnahagslegar útkomur, þannig að það sem sagt, þetta til að segja á móti þessu, það ekki bara tölurnar, þannig að það skiptir náttúrulega máli hvernig hinn pólitíska umræða út frá það hvað hægt að gera á hinu efnahagslega sviði. Ok, Ólafur, þú talar stríðið og árið þar á eftir sem svona ríma við það sem að Ásgeir Brynjar að segja núna að vinna friðinn, að það voru efnahags og svona nation building sem að snerist það að vinna friðinn, þannig að það yrði meira réttlæti og almennari velmegun heldur en hafði verið í samfélaginu undan. Við höfum stundum talað það við Rauða borðið
byrjuðum á því bara einhvern veginn í vor að umræðan ætti að snúast samfélagi sem yrði til eftir kreppuna en ekki bara að bíða eftir henni linni en okkur hefur ekki alveg orðið óskokkar það eiginlega öll umræðan í samfélaginu núna að nú bara þarf að koma bóluefnin og svo kemur viðspyrnan og íslensku karakterir þannig að viðspyrnan verður örugglega mjög góð hér eiginlega umræðan sko. Ég kannast ekki við mikla umræðan. Ég veit ekki hvort ég að beina þér inn okkur til þennan braut en til dæmis var að koma núna skýrsla frá hérna í dag að það séu 57.000 mann sem að búa í iðnaðarhúsnæði og ósamþykktu húsnæði. Þetta svona braggahverfi nútímans, talandi stríðið, að eftir stríðið var átök hérna á Íslandi eða áhersla á Íslandi að koma fólki úr braggahverfinu í húsnæði. Húsnæðisverðið var hækkað í kreppunni sem hefur komið mörgum á óvart og mörgu láglaunafólki illa á óvart sem hefði kannski reiknað með að þetta myndi leiða til lægri leigu og yrði kannski að húsnæðiskostnaðurinn kæmi eitthvað niður samhliða sem að tekjurnar minnkuðu. Ættu að vera að ræða þetta? Ættu að vera að ræða stór átak í uppbyggingu húsnæðis? Ættu að vera að ræða svona svipuðum nótum og fólk gerði í stríðslok hvers konar samfélagi viljum við byggja upp? Hvers konar samfélagi viljum við búa í? Já, ekki spurning. Það bara, sko, það rétt, það hérna, akkurat núna eiginlega of mikið fókusur á að hvað gerist á næsta ári og kannski í ár. En það, núna á umræðin að vera hvernig samfélag viljum við hafa árið 2030 en ekki árið 2022 sem dæmi. Og það þessi umræða að vinna friðinn og allt það. Og því að þú myndist á húsnæðismál, bara sem dæmi, það augljóst að það myndi allir hagnast á því, bæði verkalýðsbaráttan og lífeyriseigendurnir sjálfur ef sem dæmi það systematískt farið út í það að lífeyrissjóðir myndu fjármagna á hagnaðar grundvelli uppbyggingu og leiguhúsnæði, bara sem dæmi. Þetta alþekkt í Evrópu, það mikill þrýstingur á það og það mikill hreyfing á það innan Evrópu núna að lífeyrissjóðir, tryggingafélög og svona stofnanafjárfestar séu að fjármagna byggingu á leiguhúsnæði til þess að eiga það, til þess að leigja það út. Og þetta bara... Það tala á svona stórum skala, Ólafur, eins og bara milljónaverkefnið í Svíþjóð að markmiðið með verkefninu var að búa til svo mikið húsnæði að það yrði bara slaki á húsnæðismarkaðnum, húsnæðisekla myndi hverfa og að almenningi yrði tryggt öruggt og ódýrt húsnæði bara til framboðs. Þarna einmitt snertur á pólitíkinum þetta. Þeir sem eiga húsnæði í dag vilja ekki sjá þetta, vegna þess að þau átta sig á því að ef það kemur mikið framboð á húsnæði þá mun fasteignaverð ekki hækka eins og það hefur gert. Það fullt af fólki þarna í dag sem vill viðhalda skorti á húsnæði. Einfaldlega til þess að sjá til þess að eignin sem það á lækki ekki og bara sem dæmi það verði vandamál bankakerfisins ansi stórt. En þú getur það ekki, Ólafur, nema fórna hagsmunum ungu kynslóðarinnar, fórna hagsmunum innflytjenda, fórna hagsmunum láglaunafólks. Þess vegna sagði ég að þetta væri pólitík. Það er þessi stéttabarátta. Það er ekki bara stéttabarátta fólk sem að vinna og það sem sagt kapitalistana og verkalýðin. Þetta er líka fólkið sem er yngra í dag versus fólkið sem er eldra í dag, bara sem dæmi. En bara, sko, hugsaum við bara út í það í rauninni, þetta er einmitt sérstaklega því að Solla og Ragnar eru hérna, það er frábært í rauninni tækifæri. Sko, stéttabarátta, hún snýst ekki bara það að sjá til þess að laun séu nægilega há og þau séu borguð út í samræmi við lög og reglur. Stéttabarátta snýst líka það að viðhalda lífsgæðum almennt og það er ekki bara gert með háum launum. Það er augljóslega hægt að ýta undir byggingu á leiguhúsnæði á hagnaðargrundvelli bara í gegnum lífeyrissjóðina sem dæmi. Í annað sem er mjög aðkallandi verkefni núna er að auka endurmenntun í hagkerfinu. Það er að fjórða iðnbyltingin er byrjuð og það er bara spurning um það hver verður síðastur innan gæsalappa að viðhalda getu vinnuaflsins til þess að starfa við störfin sem munu verða í framtíðinni. Við verðum að sjá til þess að fólki geti unnið þetta. Og ef það getur ekki, þá verður það atvinnulaust. Þannig að þess að vélar og sjálfvirkni eru búin að minnka þörfina á
til dæmis vörubílstjórum eða verslunarfólki eða bara fullt af geirum en það muni sjá færra starfsfólk í dag heldur en í dag, færra starfsfólk á morgun heldur en í dag. Og það þessi kannski punktur sem Ragnar sérstaklega því að myndist á það með atvinnuleysi í dag. Það 11.000 manns sem búin að vera atvinnulaus í dag, eða rétt tæplega 11.000 manns sem búin að vera atvinnulaus í dag í 6 mánuði eða lengur. Og þetta fólkið eins og Ragnar var að benda á, þá þarf að núna að velja það hvort það alltaf margir hverjir að borga leiguna eða kaupa matinn. Og þarna aftur, og ég ætla bara að hamra á þessu eins og páfagaukur, og þetta dæmi það sem atvinnuframboðstrygging getur hjálpað til við að leysa vegna þess að þarna fólki tryggt lágmarkstekjur og það ýtt undir endurmenntun í hagkerfinu sem síðan kemur ekki bara verkalýðnum sjálfum til góða, heldur fyrirtækjum líka. En þetta ekki svolítið hættulegt, Ólafur, að þú getur skilið eftir til dæmis umönnunarsstéttirnar sem að, ég meina að þær ekkert að fara að mennta sig frá því að það verður ykkur að sjá börnum okkar og gamla fólkið og sjúklingarna, þannig að og það fólki sem kannski á lægstu laununum og með verstu kjörin með við vinnuálag og ábyrgð og öðru slíku og þessi tal að þú þarf bara að menntað út úr fátæktinni, það eru margir svakalega brenndir af þeirri stefnu undanfarna ára. Þetta ekki bara að tala, þetta dæmi það að þú ert með transferable goods og ekki. Frægasta dæmi þetta að fólk í symfóníuhljómsveitum, það verður ekkert framleiðinana þótt að tekníkingarnar aukist. Þú þarft alltaf marga í symfóníuhljómsveit, en launin hjá viðkomandi fólki hækka eftir sem áður. Og þetta einfaldlega bara dæmi það á sama tíma ertu með umönnunarsstéttir. Gallið með umönnunarsstéttir á Íslandi líka það bara einn kaupandi að vinnuaflinu og það hið opinbera. Þannig að það skortur á samkeppni þetta vinnuafl líka. Og þetta bara dæmi. Þetta alveg rétt, það alveg hárrétt, það verður að sjá til þess að ákveðnar stéttir muni ekki verða undir innan gæðsalappa í svona viskaða kapphlaupinu. En það ekki hægt að tryggja að launa hlutfallið á milli stétta í dag haldist óbreytt, en það væri það einfaldlega ekki rétt vegna þess að í dag sem dæmi skortur á fólki sem kann að reikna, það skortur á fólki sem kann forritun og svo framvegis og þá eðlilegt að laun í slíkum geirum hækki hraðar heldur en í öðrum geirum, það sem ekki skortur á fólki. Ok, svona það eru tímamót, takk fyrir að segja það, þetta svona eins og eftir stríðið og þá þurfti verkalýðurinn að koma fram með nýjar kröfur, nýjar áherslur, dugði kannski ekki að koma með eldri kröfuna, þótt að stofnin kannski í baráttunni hafi verið bara aukin völd og aukin áhrif og aukin velmegun fyrir almenning, en það þurfti að útfæra þær með einhverjum hætti. Upplifið þið að við lifum svona tímamót, að hreyfingin þurfi að koma kannski með einhverja ákveðnar kröfur endurmenntun lágstéttarinnar, stórkostlegt átak í húsnæðismálum sem að mun bara breyta húsnæðismarkaðnum í Íslandi bara fórgút, þannig að húsnæðis verður lækkuð að lágmarki 30% almennt og þar fram til götunum. Ég náttúrulega mjög bara hlynnt því og vil auðvitað að það verði bara á að vera eitt af stóru baráttumálum hreyfingarvinnandi fólks að hér verði farið í stórkostlegt átak í uppbyggingu á húsnæði. Það er náttúrulega bara hræðilegt og brjálæðislegt að hugsa til þess að það eru niðurstöður sem að nú verið að fjalla og kynna vegna þessara skýrslu sem að komin út óleyfis búsetu. Þetta þekking og þú veist, þessi þekking hefur verið til staðar í reykvísku samfélagi núna í mörg ár. Það eru mörg ár síðan að ég las grein, þá var ég út í bæ, þar sem var verið að fjalla aðstæður barna sem að væru að alast upp í iðnaðarhúsnæði. Þegar við hugsum húsnæðið á Bræðraborgarstíg sem brann, þá var náttúrulega til dæmis það bara einstaka húsnæði opinber vitneskja að þarna væri verið að leigja fólki hús sem að raunverulega væri algjörlega óhæft til búsetu. Stundin var árið 2019, snemma árs 2019 var stundin með mjög góða úttekt á þeim hópi sem að byggja í iðnaðarhúsnæði og svo framvegis. Mér líka minnistætt
mál þeirra sem voru fórnarlömb starfsmannaleigunar manna í vinnu og sá húsakostur sem að þeim var búinn og ég var einmitt að tala við góðan samstarfsfélaga minn hjá Eflingu í dag þá aðkomu og hann var einn af þeim sem fór var auðvitað bara mjög brugðið þannig að þetta allt búið að vera vitað og hvers vegna hefur ekkert verið gert í þessu það hafa verið biðlistar hjá borginni eftir félagslegu húsnæði og fyrst og fremst held ég á þeim listum eru einstæðar mæður akkur hafa sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu önnur en Reykjavíkurborg komist upp með það að bjóða ekki upp á neitt félagslegt húsnæði akkur komst leigufélögin eins og Gamma upp með það að vera með það yfirlýsta markmið að keyra hér upp leigu 20%. Akkur komst atvinnurekendur upp með það að flytja inn stóran hóp af vinnuafli inn á húsnæðismarkað þar sem að húsnæði var ekki til staðar á sama tíma og þeim sem áttu eignir var gert kleift að leigja þær til túrista í gegnum Airbnb og svo framvegis. Þannig að já, að sjálfsögðu á eitt af megin baráttumálum hreyfingarinnar að vera uppbygging á félagslegu húsnæði en svo bara auðvitað og ég heyri hér að Ólafur að tala fyrir því að lögmálið framboð og eftirspurn nái til vinnuaflsins og ég geri mér auðvitað grein fyrir því að svoleiðis það en til dæmis ef ég horfi bara á konur í umönnunarstjettum ef ég horfi til dæmis á hóp félagsfólks Eflingar sem að starfa á hjúkrunarheimilunum þá náttúrulega tómt mál að vera eitthvað að tala að þar í lögmálin framboð eftirspurn einhvern veginn að ráða ríkjum vegna þess að staðreyndin sú að þar einfaldlega bara flutt inn vinnuafl frá löndum sem eru utan evrópska efnahagssvæðisins það gert vegna þess að aðstæður á þessum vinnustöðum eru mjög erfiðar launin eru lág þar af leiðandi þessi leið farin að sækja einfaldlega vinnuafl langt út í heim til þess að koma til þess að sinna öldruðu fólki hér umönnun barna þar eru aðstæður og kjör aðstæður erfiðar launin lág þar eru farnar ýmsar leiðir til þess að ná í starfsfólk ýmsar leiðir aðrar en þær að einmitt gera það sem Ólafur að leggja til að verða hér gert til fólk sem kann að reikna að borga fólki einfaldlega hærri laun til þess að fá það til starfa þannig að fyrir sumar stéttir og þetta kannski vísar þá í það sem ég var að tala áðan með hverjir græða á saleik og öllu því fyrir sumar stéttir já hægt að segja að hlutir eins og þessir fúnkeri fyrir sérfræðingastéttir, sérstaklega í samfélagi þar sem búið að koma því þannig fyrir að það eru þá sérfræðingar beggja megin borðsins sem tala þá hver við annan og finna auðvitað til mikillar svona stétta samstöðu hvor með öðrum en þegar kemur að baráttu verka á láglaunafólks þá það ég tel bara að baráttu Eflingar hafi bara sannað þetta á síðustu árum að það eina sem dugar okkur bara herska á gamaldags stéttabaráttan þar sem að við notum mikilvægustu tólin okkar sem eru það að koma fram í samstöðunni og þegar að atvinnurekendur neita að verða við kröfum okkar að leggja þá niður störf og vera eins og við gerðum í borginni og hjá sveitarfélögunum í verkfalli þangað til að kannski ekki okkar ítrustu kröfum mætt en þangað til að í það minnsta við komumst ágætlega áfram og þangað til að í það minnsta algjör viðurkenning orðin á því að kröfur okkar hafi verið algjörlega réttmætar og það sé ekki annað hægt heldur en að koma til móts við okkur einhverju leyti. En þá að baráttuaðferðirnar séu þær sömu, geta verið að kröfurnar þurfa að vera öðruvísi af því að við lifum einhvern veginn í breyttum
heimi, að út af þessum vatnaskilum í hugmyndunum þá séu kannski önnur tækifæri til að ná einhverjum tilteknum hlutum fram en voru kannski ekki fyrir 10 árum eða 20 árum eða 30 árum. Það eru vissulega tækifæri til þess að ná því fram sem að allavega ekki hefði verið hægt að ná fram fyrir 10 árum og varla fyrir 20 árum. En það sem að við sem að tilheyrum stétt verka- og lánafólks erum náttúrulega líka með upptekin af er að við viljum ekki lengur vera viðföng sérfræðingastéttanna. Við viljum autonomy þegar það kemur á okkar vinnu, þegar það kemur að því að ákveða hvaða baráttuaðferði við ætlum að nota, þegar það kemur að því að ákveða allt tilveru okkar og við höfum náttúrulega þurft að þola það svo ótrúlega lengi, sérstaklega við sem að höfum starfað sem láglaunamanneskjur í umönnunargeiranum og svo auðvitað okkar aðfluttu félagar að hafa einfaldlega bara ekkert autonomy okkar tilveru og að vera bara ávallt annarkvort viðföng einhverja útvalinna sérfræðinga eða bara fórnarlömb eins og þá húsnæðismarkaðarins og á fleiri stöðum og þetta náttúrulega ætlum okkur að komast út úr og hér var verið að tala til dæmis þá miklu áskorun, svo ég noti það prúðmannlega orð, sem að við stöndum frammi fyrir varðandi 4. iðnbyltinguna, en hér var ekki nefnt að á endanum það eina lausnin fyrir vinnuaflið að geta sloppið lifandi frá 4. iðnbyltingunni að lýðræðisvæða vinnustæðina. Vegna þess að þá þetta ekkert issue lengur. Þá erum við bara... Hvað? Þetta ekki svarið mitt sem Ólafur var að segja að vandamál umönnunarstéttanna væri það bara einn umsemjandi, að þá væri kannski bara sniðugt að fólki sem að væri að vinna á leikskólanum rækið það bara sjálf og hefði stjórnað þeim, að brjóta niður þetta að væri einhver einn aðili sem að þyrfti að semja við. Hér var náttúrulega einhvern tímann áðan voru samvinnufélög og svona nefnt sem eitthvað sem hefði einu sinni verið til að sjálfsögðu eigum við náttúrulega að sýna bara dirfsku og nota ímyndunaraflið okkar og sögulega minnið okkar meira og eiga sér stað víða veröld og stíga fram og segja já, þú veist, við viljum autonomy, við viljum lýðræðisvæðingu vinnustæðna, við viljum húsnæðiskerfi sem að við höfum aðgang að því hvernig uppbyggt og svo framvegis og svo eigum við náttúrulega bara að ganga á lagið og krefjast ávallt meira og meira og gera bara slókanið frá 68 að okkar, þú veist, við ætlum að krefjast hins ómögulega, það búið að teikna upp veröld, það sem að basically allt sem að verka á láglaunafólk vill og þarf einhvern veginn ómögulegt og það náttúrulega okkar stóra barátta núna að sýna fram á að það sem við viljum og þurfum er eitthvað sem við ætlum að fá, en þá segi ég líka að til þess að við getum gert þetta, til þess að við getum samfært hvort annað að þetta sé hægt, þá verðum við náttúrulega að vinna sigra og við erum, eins og við Ragnar höfum náttúrulega bæði hér verið að fara yfir á þeim erfiða stað að þrátt fyrir að hafa verið í bara mjög markvissri og stórri og mikilvægri og oft bara hetjulegri baráttu, þó ég segi sjálf, þá gengur samt svona erfilega fyrir okkur, en við bara auðvitað verðum bara halda bara markvisst áfram og þú veist, geyma þessa trú alltaf inn í okkur, þessa bara staðföstu trú á það að sameinuð náttúrulega munum við geta uppskorið það sem að við höfum með vinnu okkar og svita okkar og framlagi okkar sáð. Ragnar, ég ætla að halda áfram að vera frekur. Ég veit að þeir eru erfiðu baráttu og hafið unnið sigra og varnað sigra og allt og ég ætla að vera frekur og spyrja, þú veist, þurfum við ekki bara að krefjast einhverja stærri hluta og meiri hluta og stærri lausna í húsnæðismálum, vald, lýðræðisvæðingu vinnustöðanna. Orða bara stóra hluti. Jú, ég bara get tekið undir. Í tilefni þess að það eru tímamót, í tímamótunum hafa töfraaugnablik sem ekki mátta og átt kannski að gera það. Já, þá kannski fínt eins og ef við tek boltan frá Sollu að hún kemur inn á Ólefishúsnæðið sem að telur fleiri þúsund íbúðir og maður spyr sig og mér finnst það að vera líka stóra spurningin og það kannski þá líka svari við spurningunni þinni er af hverju lærum við ekki á mistökum og af hverju lærum við ekki og breytum hlutum sem hafa augljóslega farið úrskeiðis mjög nálægt okkur í sögunni
og þá getum við tekið síðastu húsnæðisbólur. Það liggur fyrir samkvæmt skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að hér vöntun á framleiðslu á húsnæði, nýju húsnæði, upp á 3.000 íbúðir á ári næstu 10 árin. Það nóg til að peningum í okkar kerfi. Lífeyrissjóðirnir eru líklegast að slaga í 6.000 milljarða. Þeir hafa ekki komið inn á þennan markað til þess að fjárfesta sem eigendur í leiguhúsnæði. Þó að það sé reyndin og í sjálfu sér normið allstaðar annarstaðar í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Það ekkert sem bendir til þess að hvorki ríkin eða sveitarfélögin sé að bregðast við þessum fyrirsjáanlega vanda, menn héldu hér fyrir ekki mörgum árum síðan að húsnæðiskreppan hafa orðið til vegna þess að markaðurinn var fljótari að sjá kreppuna fyrir heldur en þeir sem voru að telja byggingakrana fyrir opinbera. Núna höfum við allar þessar tölur, en það virðist ekki vera að gerast og ég er svo Ólafur viti það, ég hef nú fengið hann til þess að aðstoða okkur í þessari vinnu sem við höfum verið að reyna að leiða í VR, varðandi húsnæðismálin, að reyna að fá lífeyrissjóðina til þess að koma að sem kjölfestufjárfestar í massífri uppbyggingu, ekki bara nokkrar íbúðir, þetta massífri uppbyggingu á húsnæðismarkaði. Þetta eru mjög litlar upphæðir þegar við horfum á þetta í stóru myndinni. Við erum búin að vera berjast í þessu og reyna að koma þessu saman á fjórða ár og það gengur ekkert niður rekur, það bara ekki vilji. Þetta blasir við líka vegna þess að það blasir líka við niðursveiflu á byggingamarkaði, þar sem að iðnaðarmenn munu væntanlega missa vinnu þegar verkefnin klárast. Þannig að þetta er verkefni sem að mun gagnast okkur öllum, bara öllu samfélaginu. En Ragnar, ekki vandamáli það að þið eru að stýra lífeyrissjóðunum með fyrirtækjaeigendum og þú segir að kerfið hafa augljóslega mistekist, það er fólk sem hefur orðið undir því, sem er að fara með 60-70% af laununum sínum í húsaleigu, fólk sem kemst ekki út á húsnæðismarkaðinn. Hinum megin segja menn, jú, þetta hefur bara lukkast mjög vel þetta kerfi, það er fólk sem að auðgaðist á kvótanum og geymdi peningana sína í aflandi í smá tíma og kom svo heim með það og fluttið á inn og það hefur þrefaldað og fjórfaldað með því að byggja upp leigufyrirtæki og húsnæðisverðið verður hækkað og hér er bara allar tölur eru upp á við og þetta er bara kerfi virkar bara fínt fyrir okkur, takk fyrir, segja þeir. Já, en hver eru hagsmunir samtaka atvinnulífsins? Tökum samtök iðnaðarins sem að tala fyrir byggingarfélögin og byggingariðnaðinn. Og það er augljós hagur þeirra að hér verði farið í massífa uppbyggingu svo fyrirtækin geti farið að vinna áfram og rauninni bregðast við þessum sveiflum sem eru það versta sem við erum að fást við í hreyfingunum þegar við erum að vinna bættum kjörum fólks. Okkur tókst að gera samning og þá kem ég inn á aftur það sem Ólafur sagði áðan að þetta er ekki alltaf spurningin bara að hækka laun til þess að bregðast við síhækkandi kostnaði við að lifa. Við vildum líka reyna að ráðast á rótvandann sem er til dæmis hátt vaxtastig. Og það mjög margir húsnæðiseigendur sem hafa fengið gríðarlega kjarabætur sem nefnum 20.000. Ég mun dæmi þess 70-80 króna lækkun og greiðslubyrði húsnæðisláns út af endurfjármögnun vegna lægri vaxta, jafngildir launahækkun upp á 120.000. Þannig við vitum alveg hvert við erum að stefna í þessu. Við höfum teiknað upp aðferðafræðina til þess að koma að alvöru uppbyggingu og húsnæðismarkaði. En af hverju, og þá er það eftir stóra spurningin, þetta eru líka hagsmunir lífeyrissjóðanna. Þetta er hagsmunir þeirra, þeir þurfa að koma peningunum í vinnu, þetta dreifir áhættu, þetta er hagstætt fyrir leigjandann og þetta er hagstætt fyrir fjárfestið, þetta getur allt unnið saman. Þá getum við tryggt fólkin okkar búsetuöryggi og framfærsluöryggi með því að vera ekki með sveiflur á leiguverði eftir því hvernig markaður sveiflast vegna þess að það er búið að fixa þetta allt niður. Hagsmunir allra er gætt og líka þeirra sem er að byggja á framleiðu húsnæði sem við köllum atvinnurekendur eða samtöku iðnaðarins eða hvernig sem við berum þetta fram, að það er óskiljanlegt, algjörlega óskiljanlegt og það er stóra spurningi sem ég kem inn í þetta. Af hverju erum við ekki að bregðast við þessu? Og alveg sama eins og með þessar 20.000 einstaklingar sem ég kom inn á áðan sem þurfa að taka erfiða ákvörðun að borga á húsaleigu eða láninni sínu eða kaupa í matinn. Við höfum reynsluna hér eftir bankahrunið þegar við vorum 20.000 einstaklinga sem fóru með óvinnandi skuldahala á vanskilaskrá inn í þessa svokölluðu viðspyrnu sem var eftir þann tíma og það endaði inn í sjúkrasjóðum stéttarfélagana í algjöru börnáti, uppgefið á líkama og sál eftir áralangu baráttu við bæði framfærslu, húsnæðisöryggi
og það blasir við að við séum að fara sömu leið núna við þúsundir einstaklinga og fjölskyldur, að við ætlum að skila þeim inn í einhverja viðspyrnu og eitthvað nýtt umhverfi eftir COVID með óvinnandi skuldahala á eftir sér, og þannig þurftum við að stofna til dæmis starfsendurhæfinguna sem að við höfum verið að fá allt þetta fólk inn. Nýgengnu örorku hefur verið í algjörum methæðum. Ásókn í sjúkrasjóðina hefur orðið til þess að öll stéttarfélög, allar stéttir, ómenntaðir, menntaðir, hafa örmagnast undan þessu ástandi sem hefur leitt til þessa áhlaups á sjúkrasjóðakerfi sem að þurfti síðan að skerða réttindi og lækka réttindi. Og stóra spurningin af hverju þetta svona? Erum við bjánar að læra ekki á augljósum mistökum sem við höfum gert bara ekki í fortíðinni, heldur bara með allra síðustu ár? Eða þetta meðvituð leið til þess að halda stórum hluta almennings í ákveðnu kúgunarsambandi við ríkjandi kerfi, og hinir sem hafa vinnu og hafa það svona skítþokkalegt eins gott að halda sig á mottunni, að því annars enda eins og hinir. Þetta stóra spurningin, og ég alveg sammála því, Smári, að við þurfum að vera með stórhuga, miklu meira stórhuga. Það tala fyrir eins og atvinnulýðræðinu. Við erum að gera áhlaup á þetta með stórar hugmyndir. En eins og ég segi, þetta viðmótið sem við mætum. Af hverju ósköpunum? Fáum við ekki til dæmis betra og meiri skilning til dæmis lífeyrissjóða sem við eigum sjálf stóra hluti að stjórna. Lífeyrissjóðakerfis. Það sem að hagur allra mjög vel gætt. Og þetta óskiljanlegt í ljósi þess til dæmis að lífeyrissjóðir eru stærstu eigendur, langstærstu eigendur á atvinnuhúsnæði. Það sem að atvinnuhúsnæði bara nánast meira og minna að tæmast, bæði út af breytingum, fjórðu iðnbyltingunni, meirum fjárfundi, minni þörf fyrir skrifstofuhúsnæði, og það verið að byggja glerhöll fyrir Landsbankann, það að tæmast 1000 fermetrar af skrifstofuhúsnæði, en samt ekki hægt að koma uppbyggingu á húsnæðismarkaði. Þetta óskiljanlegt, en maður spyr sig, þetta meðvitað? Eða þetta, eins og ég sagði, erum við bara bjánar? Ég veit ekki. Hvað segir hagfræðingar? Ef maður að hlusta á þetta, þá þetta náttúrulega lýsingin til dæmis á fórnarlömbur hrunsins, fólki sem að misti húsnæði þar og liggur ennþá sárt og hefur ekki jafnað sig efnahagslega ennþá. Og á sama tíma við að hlusta núna á svona elítustjórnmálamenn að tala um að það sé mikil harka í almennu umræðu og að sussa svona á hana, algjörlega blind fyrir því af hverju reiði í samfélaginu. Það voru stutt eftir hrun, voru örorkulífeyrir lækkaður og eftirlaunalífeyrir lækkaður, og það hefur ekki verið leiðrétt síðan þrátt fyrir endalaus loforð, sársauki ennþá út í samfélaginu og ekkert verið gert í því. Við erum með 5.000 til 7.000 mann sem að búa í iðnaðarhúsnæði sem kemst ekki inn á svona venjulega, getur ekki búið til venjulega heimili, og það verið að hafna því að horfa á þennan vanda, að hann bara látin vera þann eftir. Og ég veit ekki hvað ég að spyrja ykkur hagfræðingar hvort það sé til eitthvað sem heitir hagfræði örbrigðar, hagfræði örvæntingar sem að segir að það væri þetta bara reiknað út fyrir eitthvað að segja að þetta bara borgar sig ekki að hafa samfélagið svona með mikinn svona sársauka í því það grefur undan trausti og þú ert svo með mikið af fólki sem óvirkt og eitthvað meira. Getur ekki reddað þessu, Ásgeir? Ásgeir getur talað endalaust hagfræði örbrigðar, en áður en hann talar það, þá ætlum ég bara rétt að skjóta því inn, sérstaklega því að Ragnar var búinn að minnast á að það vanti 3000 íbúðir eða svo næstu 10 árin, að ef íslenski lífeyrissjóðir ættu hlutfallslega af eignum sínum mikið í leiguhúsnæði eins og svissneski lífeyrissjóðir, þá ættu þeir það bil 25.000 íbúðir á Íslandi. Og bara sem dæmi, þá þarna nokkurn veginn allur húsnæðisskorturinn næstu 10 ár, og þarna búið að leysa hann innan gæsalappa. Og þetta væri hægt að setja upp augljóslega fjárfestingarkosti og í rauninni fyrir lífeyrissjóðina sem eru í vanda akkurat núna að finna, skulum við segja, hávaxta eða nægilega góða ávöxtun. Og á sama tíma, eins og Ragnar benti á, þá myndi þetta ýta undir byggingagerann, þetta myndi ýta undir fjárfestingu í hagkerfinu, þetta myndi ýta undir atvinnumöguleika, það myndi allir græða á þessu. Nú ætla ég að leyfa Ásgeir að svara. Ég tek þennan bolta fyrst bara örstuð, Ég var nú fengið til að skrifa skýrslu 2010 uppbyggingu svona faglegs leigumarkaðar á Íslandi. Hún þótti ofur róttæk og fór hún í skúffu, en úr henni sér maður samt ýmislegt
núna verið að gerast. Það eru komin húsnæðissamvinnufélög, það eru komin óhagnaðardrifin félög. Á húsnæðisþingi síðustu viku voru meiri sé að koma í ljós að það eina uppbyggingin sem í gangi núna, af því að bankarnir 2019 drógu fyrir við Vá saman fjármögnunina og þannig að hið opinbera að keyra áfram hluta af efnahagslífinu. Þannig að ég sé aftur þarna tækifæri til þess að koma breytingunum áfram og til að fara tilbaka þá í örbyrna sem Gunnarsmaður var að tala að IMF að segja þetta núna, þú veist, það dýrara að gera ekki nógu mikið og láta fólk, þú veist, það tala skaðin verður verri og meiri og dýrari til langframa ef að það ekki brugðist við á réttan hátt og ef það verið að keyra samkvæmt gömlu hugmyndunum. Þannig að sko, ég ætla að reyna að enda þetta á svona með von í hjarta að það sé hægt að gera breytingarna. Sko, það náttúrulega fullt af, eins og Keynes sagði, svona aðilum, hinum praktiserandi aðilum á markanum sem eru svona þrælar einhvers dáins eða úrelds hagfræðings, sko. Og til að fara í tíman sem Ólafur var í líka, sko, hinn praktíski Roosevelt, að hann tók og hrinti í framkvæmd fullt af hugmyndum frá Keynes, áður en Keynes var meiri sér búin að skrifa þær almennilega niður, sko. Þannig að það gerist í svona ástandi að það hægt að hlusta á gömlu mainstreams úreldu hugmyndinar og sem sagt nýju hugmyndinar fá hljómgrunn þegar að það sko birtist mönnum þá allavega í tölunum að þetta ekki vaff, það eru fleiri og fleiri 100 eða 1000 að koma inn á atvinnuleysisbæturnar strípaðar og eru að borga af þeim skatt eins og séreignarsparnaðinum og samtími sem það á að fara að veita skattaafslátt fyrir að kaupa hlutabréf í banka fyrir 5 eða 10% landsmanna, þá bara birtist eins og COVID gerir kjarnin í vandanum og það sem þarf að gera og þá þurfa hinnir praktísku embættismenn að leysa hlutina hratt, fljótt og vel. Þú lýsir þessu, hvað að gerast? Það sem að gerast að í koronakreppunni þá afhjúpast svona minnsta eðli kapitalisman sem það að hluti bara græðir í kreppunni en aðrir eru bara þrýst niður í örbirgð. Og svo segir þú allt í einu þá munu hinni góðu embættismenn fara að gera eitthvað. Akkur ætti það að gerast. Þeir eru bara að vinna fyrir sko hinna ríku sem eru á leiðinu upp og þeir eru bara, ég verður bara að segja það á skipinu, þeir eru ekki að gera raskat. Nei, ég var svona að mála upp möguleika og ég að byggja það á þessari grein úr Financial Times aftur. Financial Times að segja þetta sama líka, vísa í Roosevelt og neyðin knýr embættismennina. Ég ekki að tala íslenska embættismenn, ég að tala the practical sko, policy makers í heiminum sem Financial Times að skrifa að þeir eru byrjaðir núna og þetta að draga mainstream-hagfræðingarnir, þeir eru orðnir eftir á að því það byrjaði að hlusta og að framkvæma samkvæmt þeim sem voru á jaðrinum en eru núna með einu lausninnar. Þannig að þetta að gerast út í heimi. Það verið að innleiða fullt af aðgerðum, stórhuga aðgerðum sem voru óhugsandi fyrir 12 mánuðum. Og það hlýtur að koma upp að Íslandsströndum á endanum eitthvað að Já, ég bara benda á að það í ræðinni voru engin merki það sko, þannig að við bara stöndum á ströndinni, við sjáum engin merki að segja að breytast en við segjum bara það hlýtur að gerast, það bara hlýtur að gerast. En ef ég má þykjast misskilið allt saman, að þegar þú segir að sko, Keynes hafi skrifað þetta eftir að Roosevelt byrjaði að gera þetta og Roosevelt byrjaði að gera þetta út af gröfu bandarískrar verkalýðshreyfingar. Þá kemur náttúrulega að því að raunverulega möguleikin á því að eitthvað breytist á Íslandi liggur eiginlega þér, Sólveig Anna Jónsdóttir. Að það eiginlega þú sem þarft að hafa áhrif á stjórnmálin sem að geta hugsanlega sett í gang einhverja breytingar sem að þá hagfræðingar til þess að fullkomna sína kenningar. Þú treyfiaflið.
Sko já, ok, ég þá og Efling Hreyfingin. sem þetta risastóra félag auðvitað, við höfum náttúrulega bara sýnt það á hérna síðustu árum og við erum sannarlega hreyfiafl. Ég meina við til dæmis unnum þann sigur að fá skattkerfisbreytingar, það var vegna okkar kröfu og vegna okkar staðföstu baráttu. Við þurftum auðvitað að þola alveg ótrúlegan óhróður og svívirðingar og hérna ég ætla nú að fara varlega að fara eitthvað í að rifja það sérstaklega upp núna svo ég lendi ekki í því að vera ásökuð að gera lítið úr því þegar stjórnmálafólk verður fyrir ofbeldi árásum af því það svo sannarlega ekki það sem ég að gera en hér náttúrulega hefur tíðkast lengi væntanlega bara, já, mjög lengi, ótrúlega óvægin og hrikalega árásarkennd umræða og bæði ég og Ragnar höfum náttúrulega ítrekað verið bara hérna smánuð og hætt og logið upp á okkur bara í fjölmiðlum eins og ekkert væri. Þannig að, já, við þurfum að í krafti hérna stærðar okkar og áhrifa að verða kraftmeira breytingartæki í þessu samfélagi og ég vona sannarlega að okkur muni takast það og ég auðvitað bara vegna þess starfs sem ég er ég kannski akkurat á þessum tímapunkti ekkert full af jákvæðni eða bjartsýni vegna þess að félagsfólk Eflingar og náttúrulega í hópi þeirra sem að verða verst út úr þessari kreppu, aðflutt fólk, gríðar mikið atvinnuleysi og bara hrikalegar aðstæður sem fólk að takast á við og það erfitt fyrir mig að fara til þessa fólks og færa þeim einhverjar jákvæðar fréttir. Ég meina, hvað á ég að segja? Ég get fært þeim fréttir það að það þurfi að berjast með kjafti og klóm fyrir öllu, það þurfi að berjast fyrir því að atvinnuleysisbætur hér hækki einhverja 1000 kalla, það þurfi að berjast fyrir því að og svo framvegis en aftur segi það sem ég sagði áðan, ég meina það þýðir ekkert annað heldur en að bara halda áfram og vona að einmitt sú svona augljósa bylgja sem að farin af stað og hefur auðvitað verið að svona magnast upp síðustu ár eftir hrunið og eftir allar þær hörmungar sem að dundu á alþýðu veraldarinnar. Svo svona alþýðu upprisa sem að til dæmis hefur gert það að verkum að sá forseti sem að nú tekinn við völdum í Bandaríkjunum greinilega og ég hélt kannski ekki að ég myndi nokkru sinni eitthvað að segja þetta en hann greinilega ætlar sér að fara með raunverulega progressív mál, hann ætlar sér raunverulega að tækla eitthvað af þeim stórkostlegu vandamálum sem að bandarísk alþýða að takast á við og hefur verið að takast á við svo ótrúlega lengi án þess að nokkur hafi sýnt neitt þannig að kannski til dæmis hækkun lágmarkslauna sem náttúrulega stórkostleg frétt að stjórnvöld þetta hækkaði upp í $15 það bara akkurat þannig að kannski það svo að þau sem eru ekki algjörlega forhert í sinni afstöðu gagnvart öðrum manneskjum og eru ekki algjörlega forhert í því að sjá fólk sem neðar en það sjálft í stéttskiptingunni sem einfaldlega einhvers konar bara undir manneskjur mun náttúrulega bara kannski blanda af svona self-preservation, þú veist því að passa upp á sjálfa sig og líka bara sökum mannúðar og bara einhvers konar réttlætiskenndar sem náttúrulega býr sem betur fyrir í okkur flestum, sjá að það verður að takast á við þessi mál og staðan náttúrulega svo hér á okkar litla landi að
hún náttúrulega fyrir bara allt of stóran hóp algjörlega óbærileg. Nefna áðan Gunnar Smári í kjölfar þess sem Ragnar sagði, þessi fórnarlömb hrunsins sem voru bara einhvern veginn látin axla alla ábyrgð á ógæfu sem að þau á endanum báru enga ábyrgð á með hræðilegum kostnaði fyrir sig og fjölskyldur sínar. Og svo þessi nýju fórnarlömb sem aðfluttir félagar okkar sem að komu hér til þess að vinna, keyrðu hér áfram hávöxt, bjuggu til stórkostleg auðæfi fyrir eigendur fjármagns og atvinnutækja, þurftu að þola meðan ástandi var gott innan gæsalappa, þurftu að þola alls konar ömurlegar upplifanir og eru svo núna þau sem að þjást, af því að það eina orðið sem hægt að nota þetta, þau einfaldlega þjást í fátækt, áhyggjum og eins og hefur auðvitað komið fram en kemur aldrei nógu oft fram, eru í þeirri stöðu eftir að hafa greitt húsaleigu að þurfa að leita á börnunum sínum að borða. Á einhverjum tímapunkti hlýtur svo að vera að fólk sem að fer með völd í þessu landi sem einmitt ekki algjörlega forhert segi bara hingað ekki lengra, við ætlum ekki að láta þetta viðgangast en á sama tíma ég segi þetta þá auðvitað vaknar bara svona rödd í höfðinu á mér sem segir dream on og þetta mun aldrei gerast nema þau verður látin gera þetta. Áður en ég spyr Ragnar að uppáhalds umhugsunarefni hans sem áhrif verkalýðshreyfingarinnar á stjórnmálin og ég stoppa aðeins á þér Ólafur af því að það svolítið við nefnum þess Bandaríkin og það sem að Biden að gera, það sem að verkalýðshreyfingin eiginlega bara horfin, það geta líkinni saman við verkalýðshreyfinguna sem hafi áhrif á Roosevelt og verkalýðshreyfingin í Evrópu hefur veikst og þau hafa vitnað meira til verkalýðshreyfingarnar í Skandinavíu sem mun veikar en hún var áður þegar við vorum að tala svona Salek og grænbókina og allt það. Af því að við erum svolítið háð svona áhrifinu sem koma að utan getur verið að við þurfum kannski heima svolítið svona pólitíska hagfræði verkalýðshreyfingarinnar vegna þess að hinir mun ekki skaffa okkur það vegna þess að verkalýðshreyfingin ekki sá sami gerandi í útlandinu og við höfum tækifæri á að hafa hana hér. Hefur eitthvað þetta að segja Ólafur? Já, ég ætlaði bara að hluti að því í rauninni það sem gerðist upp á 1970 einmitt að þrýstingurinn í þá átt að verkalýðsfélögin þau eru kallaða brotin niður eða þeim ekki sinnt og að lokum þá náttúrulega endar bara á því að þá ertu í rauninni þannig að segðu komið með það sem meira market power til þeirra sem eru að ráða fólk frekar heldur en verkalýðshreyfinguna sjálfa. Í rauninni eru markaðir það sem önnur hliðin með algjört vald eða algjört svona market power í rauninni, þeir eru ekkert heilbrigðir. Það gott að hafa balans á powernum sem svona dreift á milli samkeppni eða dreift á milli eftirspurnar og framboðsmarkaða og þetta bara gildir í rauninni. Það talað um fákeipnismarkaði eða fákeppnismarkaði og þeir eru bara eitthvað ekkert heilbrigðir og þess vegna betra að hafa svona mótvægi, skulum við kalla það og það gildir þið sama ef það ekki heilbrigt að vera með of sterka verkalýðsfélög og það ekki heldur heilbrigt að vera með of veik verkalýðsfélög, bara sem dæmi. Það einhvers staðar þessi gullni meðalvegur. Ísland örugglega nær þessum gullna meðalvegi heldur en til dæmis verkalýðsfélögin í Bandaríkjunum sem dæmi. En ég held að verkalýðsfélög ekki bara í Evrópu eða í Bandaríkjunum þau verði aðeins að ekki, þau verða að þróast pínu. Þetta ekki bara spurning að ná í það svona þessi gömlu keppi það eins og sem dæmi Solla myndi sinna áðan á það að það væri erfitt að koma í skilning það að það ætti að hækka atvinnuleysisbætur. Roosevelt bara sem dæmi, hann hækkaði ekki bara atvinnuleysisbætur, hann bauð fólki vinn. Það var sérstaklega talað það sem var CCC sem stóð fyrir, ég man rétt, Civilization Corporation, ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var, en allavega þetta var atvinnuframboðstryggingarvinna
þar sem til dæmis, það voru byggðar brýr, það voru byggðir skólar, það voru byggðir skógar, það voru lagðir vegir. Þetta var undirstaðan af því sem síðan varð að framleiðslu getunni í hagkerfinu síðan mér, vegna þess að áður þá var ekki til vegakerfi að neinu viðræðalegu, svona að neinu marki í Bandaríkjunum. Og það þessi fjárfestingar svona alda sem á sér stað, meðal annars vegna þess að Roosevelt bókstaflega segir, ok, heyrðu, hérna hér í boði starf, viljiði starfið eða ekki. Og þetta hið sama eins og ég hef verið að tönglast á, það sem ætti að gera á Íslandi, einhvers konar atvinnuframboðsvinna, að fyrir utan það að það á að bjóða fólki upp á að vera með endurmenntun. Og bara sem dæmi fyrir fólki sem kom hérna, sem var að vinna í hótelgeiranum, margir því miður kunna sem dæmi ekki nægilega góða íslensku. Þarna kjörið tækifæri til þess að bjóða upp á endurmenntun fyrir þetta fólk. Ef þið viljið, þá getum við komið hingað inn og við kennum ykkur í íslensku og þá eigið þið meiri möguleika á því að finna vinnu á almennu markaði á Íslandi þegar hagkerfið loksins komið á réttum kjör. Bara sem dæmi. Það til fullt af öðrum stéttum sem skortur á vinnuafli og þar þarf að endurmennta, auka framboð af vinnuafli og þarna tækifæri sem stéttabaráttan ætti virkilega að grípa. Ragnar, við erum að tala pólitískt hlutverk verkalýðshreyfingarinnar. Hún setti svona hugmyndalegum grunn undir New Deal hjá Roosevelt og hún vinstrið að hafa áhrif á Biden og við erum svona velt þessu fyrir okkur. Þú hefur svolítið talað pólitískt hlutverk verkalýðshreyfingarinnar. Það að koma með svona hugmyndagrunnin, teikna upp framtíðarlandið sem við viljum stefna að, eða það með því að stíga inn á hinn pólitíska vettvang og bjóða þessi framtíð þings? Ég held að svarið sé bara augljóst vegna þess að ef að vandinn liggur í pólitíkinni að við náum ekki í sjálfu sér ekki einu sinni þeim málum sem að við semjum og við skrifum undir og erum sammála að við ætlum að fara með til að bæta okkar samfélag og setja saman í einhver góðan pakka til þess að gera betra, lífsgæði betri, að þá augljóslega þurfum við að ganga lengra heldur en áður og maður finnur það til dæmis á orðræðinni að þegar ég hef rætt það að verkalýðshreyfinginni gera sig meira gildandi í aðdraganda kosninga, taka svolítið orðræðinu og segja meira hvernig hlutirnir eiga að vera frekar heldur en að vera einhvers staðar á hliðarlínunni, að ég fengi mjög bátt fyrir hjá ákveðnum öflum, sömu öflum og hafa nánast fengið allt sem þau vilja, ef við tökum bara atvinnulífið. Hér hafa verið teiknuð upp úrræði nánast yfir og undir borðið á meðan okkar kröfur að bæði að ríkisstjórnin og pólitíkin efni sitt við fólkið og komi líka heimilum til bjargar, að við erum sett í nefnd á meðan í sjálfu sér bara nánast gefið fingurinn. Og það þetta sem að eykur trú mín á það að við þurfum að eins og sé hugsa lengra og hugsa stærra og ef að pólitíkin ef hún nær ekki utanum verkefnið, þessi verkefni sem að hún búin að segja sig til að fara í, búin að lofa fólkinu, þá þarf bara að stíga mögulega eitthvað annað skref og það augljóslega þarf verkalýðshreyfingin að vera með miklu meiri tengsl við pólitíkina vegna þess að við erum ekki að ná okkar málum í gegn og þau málum sem við náum í gegn að þau eru yfirleitt svikin eða útþynnt yfir ekki neitt. Þannig að svarið við þurfum augljóslega að hugsa mun stærra í þessum efnum. Má ég enda hjá þér Ásgeir og spyrja þetta svona hlutverk verkalýðshreyfingarinnar í svona hugmyndadeglunni sem augljóslega þarf ef að fólk í útlöndum verið að tala einhverja allt aðra hagfræði heldur en að hefur lent hér á ströndunum. Kannski verkalýðshreyfingin bara líklegust til þess að breyta þessu frekar en stjórnmálaflokkarnir eða embættismennirnir eða Seðlabankinn eða Háskólinn eða fólkið fyrir utan Rauða borðið? Já, það má alveg hugsa það svolítið vel. Ég held að það sem við erum að sjá, þetta ekki einhver útópía sem við erum að tala um hérna. Ég meina, Evrópusambandi notar New Green Deal fyrir umhverfis grænvæðinguna í sínum aðgerðum
rúmlega þriðjungur af öllum aðgerðapakkanum þar fer í það og það áhersla á að það fari ekki bara í að byggja vegi, heldur það að fara í endurbætur á húsnæði til að gera gamalt húsnæði umhverfisvænna, af því það er mannaflsfrekt og það er dýrt. Þannig að það er úr nógu að moða til að taka og gera og innleiða og bæta, því að sko hagfræði snýst ekki tölur, hún snýst hvernig við búum til betra líf fyrir okkur öll hérna í samfélaginu og pólitíkin á að snúast hvernig samfélag við viljum hafa. Þannig ég held að það þurfi að koma umræðinni bara á þetta svið. Það er þetta sem þetta snýst og það sjá það fleiri og fleiri núna. Þannig ég held að sko jarðvegurinn sé mjög frjór eða fljót breytanlegur í þessu. Það sjá allir núna að skattabreytingarnar og lífskjarasamningarnir kom mjög vel út. Ég meina, það sást mér sér af hagtölum og hagspám eftir að samningarnir voru gerðir. Þeir kostuðu minna heldur en spáaðilar höfðu reiknað með. Núna síðan þegar að kreppan kemur, að þá eru þessar aðgerðir að nýtast það sem þær þurfa lengst niðri og síðan eru orðnir svo margir sem eru orðnir atvinnulausir, eins slæmt og það að þá er allavega möguleiki að stjórnmálamenn þekki orðið einhvern sem er atvinnulaus, sem þekktist ekki áður. Þannig að þú veist, og þegar það eru fleiri úr vellaunuðum stéttum sem eru orðnir atvinnulausir og eru að detta af hærribótunum niður á grunnbætuna, þá kemur meiri pressa að þetta er nú ekki hægt, við þurfum að breyta þessu, hvað getum við gert? Þannig að ég sé og þegar maður sjá líka veiran að þróast þannig, hinn róttæka óvissa, aftur vísa í Financial Times en ekki ég að nota einhverja herska á umræðu, hinn róttæka óvissa sýnir að við vitum ekkert hvort það koma ferðamenn í sumar eða ekki, við vitum ekkert hvernig veiran verður næsta haust, þannig að það þýðir ekkert að vera að tala einhverja vaff-kreppu og viðspyrnu, þetta verða allt orðið hérna út í og eins og það var áður hérna bara í sumar. Það er að afhjúpast skýrt og þá þarf að taka umræðuna og allir að vera opnir fyrir í raun og veru breytinga umræðinu og hvernig búum við til hérna betra samfélag sem nýtist öllum og hvernig minnkum við skaðan af öllum þessum breytingum. Þetta verða lokaorðin hjá okkur í kvöld. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að staldra hérna við rauðaborðið. Ragnar Þór Ingólfsson, Sólveig Anna Jónsdóttir, Ólafur Margeirsson og Ásgeir Brynjar Torfason að tala samfélagið sem við ættum að byggja upp og sem við getum byggt upp og við munum halda áfram þeirri umræðu hérna á morgun við rauðaborðið sem verður klukkan 8. Alltaf að velta fyrir okkur hvers konar samfélag viljum við og hvernig getum við náð því. Hlustendur þakka ég fyrir að staldra við og segi gott kvöld. Takk fyrir.